En svo kemur uppáhalds klausa mín. Og Hólmfríður segir alltaf að verða algengar að ungt fólk sjái gamla tíma í dýrðarljóma. Þetta hefur verið rómantiserað í stað þess að vera vegan og í kakóserimónium fyrir nokkrum árum fólk núna frekar að drekka beinasóð og trúa á hina hefðbundnu fjölskyldu. Þetta mjög áhugaverð þróun. Þetta mjög áhugaverð athugun. Sko byrjum bara á þessu að vera vegan og í kakóserimónium. Ég veit ekki betur en það, voru ekki alltaf þessar kakóserimóníur með einhverjum perrum sem að voru að haga sér eins og fávitar og það var þannig einhver þáttur einhverja kakóserimóníur í Hvalfirði eða eitthvað og náttúrulega allir að missa vitið í einhverjum orgíum og fleira þar fram eftir götunum. Og það náttúrulega eitthvað sem við að horfa með rosalegum jákvæðum augum og fólk með næringaskort eftir að hafa verið vegan og fleira. Og svo talað að drekka beinasóð, ég veit nú ekki hversu margir að því, en að trúa á hina hefðbundnu fjölskyldu. Það tala hina hefðbundnu fjölskyldu eins og hún sé jólasveinin. Hvað meint með það að trúa á hina hefðbundnu fjölskyldu og setja það í samhengi við það að það hafi verið vond þróun út af því að fólk minna í kakóserimóníum og vegan. Þetta mín uppáhaldsklausa í frétt sem að ég hef bara lesið í lengri tíma. Hvers konar viðhorf það samt, þegar að við gerum okkur flest grein fyrir því að undirstöður vestræns samfélags hafa verið myndun fjölskyldna og ákveðin styrkur í því, allir þegar að margar kynslóðir bjuggu saman að þá virtist lífshamingjan vera meiri, eitthvað sem að við náttúrulega erum ekkert mikið að huga að í dag þar sem að við eigum öll okkar eigið heimili. En að tala hina hefðbundnu fjölskyldu eins og jólasveinin, þetta þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.